Já, þá erum við komin á stað hérna í KA-TV. Afsakið það að við náum ekki hljóðnisans í byrjun, en þetta er alltaf þetta inn hjá okkur. KA leiðir 2-1. Og já, KA Þróttur Vogum hérna í Vísundeld Kalla. Fyrsti leikur eftir smá kjörinsbyggarpásu. Og hérna fær KA ansi ódýrsti gestirnir með ranga varnaruppstillingu eða ranga móttöku og þetta er já ansi þægilegt fyrir KA-lið komið 3-1. Þróttur Vogum mjög skemmtilegt bæting í blakaflóruna. Pólverjar sem komnir og spila hérna saman og hafa verið bara flottir í vetur, en hérna er KA að skora gott stig. Og Gísli Marteinn Baldinsson kominn á blað. 4-1. Vonandi KA-lið haldi áfram að sækja 3 stig. Strákarnir hafa verið mjög flottir eftir tap gegn Hamar í fyrsta leik vetrarins. Það vísu töpuður illa í 8 úrslitum kjörinsbikarsins á dögunum. Mistu því af því að vera í bikarúrslita helginni. En þeir eru klárir strákarnir í að svara strax fyrir það og koma sér aftur í gang. Þetta er misjafn uppgjöf hérna hjá Radoslav Jasinski og KA áfram 3 stigum yfir 5-2 núna. Og þetta kemur Ás frá Benedikt. Já, Benni með fyrsta stigið sitt og það er Ás, fyrsti Ásinn kominn í þessum leik. Það verður örugglega hálferfitt fyrir gestina. Þeir eru með 8 manns á skýrslu. Það er svona í rauninni bara 1 varamaður hjá þeim. Þeir eru komið líberóinn. En það er vonandi að KA-liðið bara keyri á þetta og sæki góðan sigur. Þetta kemur hörku spans frá Lexa. Lexi að spila á kantinu núna og hann er að njóta sín vel. Komið 2 stig. KA 3 stig í röð núna og komið í 7-2. Já, Þrótturarnir, Þróttur Vogum, þeir hafa átt nokkra fína leiki í vetur, en eðlilega er þetta svona erfitt að vera fyrir nýliða að koma krafti inn. Það er ekki öll liðið svo Hamar. Og hérna er þetta svona net á Gísla Marteinn sýndist mér. Og Þróttarnir ná því að minnka munin aftur niður í 4. En áfram með smjörið hérna, fín móttaka KA-liðinu og svo fá gestirnir þetta stig. Náðu ekki alveg að koma með nægilega gott uppspil þetta strákarnir og Þróttararnir og fá þetta sitt 4. stig. Og hörku bolti hérna hjá Gísla og Gísli Marteinn kemur KA aftur 4 stigum yfir. Flott vörn hjá Óskari þarna og hann reynir svo að lauma og þessi bolti er enn á lífi. Vel gert hjá gestunum hérna að reyna að lauma, en fín háar til KA-liðinu. Filip og Hermann hérna og svo kemur Gunnar Pálmi fyrirgefið og nær þessu og svo hörku sóttir hérna. Hvar endar þetta? Endar í neti hérna og KA-liðið fær stigið. KA aftur 5 stigum yfir. Hörku uppgjöf hérna, en flott móttaka að missa hann eins og var yfir og KA-liðið vandræðum, en Kónus áfram yfir hann þegar hann í leik.
og flott Hávort hérna en að net á KF-liðið og Þróttararnir fá hérna gott stig. Og staða 9-5, komur svona smá jafnvægi í þetta núna, þetta er svona 3-5 stig sem unnar KF-liðið með yfirhöndina. Óskar beint á Fílip yfir á Lexi bombar, þessi var inni, já, þessi var klálega inni, situr hann aðeins út á þetta gestirnir en þessi var inni, ég fullir í það, Lexi smell hitt hann hana og næja, kemur Fílip, hvað velur hann, situr hann á Óskar og Óskar neglir þessu skorar, frábærlega gert hjá honum. Rosalega erfitt að taka við þessu bolta og KF komið 60 yfir, Óskar kominn á blað, Óskar Fernández Elís. Já, Matteo ekki með í dag vegna meiðsla, sama með Andrei Collins, já þessi uppgjöf út. Já, þessi uppgjöf út og 5 stiga munur. En ég ást mér að segja, ásérna, þetta er virkilega vel gert hjá Gnífamýr. Þetta var hann Gnífamýr sem að skora hérna minkar til 4. Óskar tekur vel við þessu, þetta var erfiður bolti og svo var að Fílip sem setur hann yfir, mjög lausan. Og svo kemur tvíslag þetta, þetta var mók fyrirgefi og KF fær hérna út í stig, þetta var klaufalegt, það var þægilegur bolti. En já, þetta sem ég ætla að segja að Matteo frávegna meiðsla saman með Andrei Collins en þá fá bara aðrir sénsinn og það er bara gaman að því, það er ágætis breytt í KF-liðinu og við þurfum bara að nýta sénsinn þetta, þessi bolti inni, frábær bolti hérna var Gísla Martini. Gísli að eiga flottanleik, komið 3 stig strax eftir fyrstu rinnu. 13-7 fyrir KF. Man finnst sáandi vera með ágætis taka á þessu en Þróttur Vogum, eins og ég segi, eru með skemmtilegt lið. Þetta er góður liðsandi í þessu. Þannig að segja allir frá Pólandi og mjög skemmtilegt að þeir séu með hérna í efstu-deild, en hérna kemur Óskar með sitt annað stig, neglir þessi háutuna beint niður og kemur KF 7 stigum yfir. Strákarnir eru hægt og bitandi að slíta sig frá og vonandi bara þeir haldi áfram að þjarma að gestunum. Flottur bolti hérna og þetta er erfið móttaka og þetta er ás. Já, virkilega flottur bolti og Hermann Bíring kominn á blað, komið stig. Og þetta er annar ás KF-liðsins. Þróttur Vogum með 1. 15-7. Og Óskar ákýrir vel í að perka þessu bolta og svo kemur Gísli Martin afturlínunni með eklir þessu og beint í gólfið. Já. 16-7. Gísli Martin er að koma hrikalega flottur inn í þennan leik. Komið með 4 stig og er heldur betur að nýta sér það að fá núna bara mikla ábyrgð. Svo kemur þessi bolt frá Hermanni út og fer það út sjálfur og Gunnar Pálmi inn í hans stað. Hörku uppgjöf hérna en út og munurinn aftur 9 stig. Fín Hávort þarna, já, Gísli sem að tók þetta, syndist mér. Já, heldur áfram að leika við hvernig sem fengur, komið 5 stig, 10 stiga munur en þessi bolti eins og var út frá Fílip. En stefnir í tiltölulega auðveldan sigur KF hérna í fyrstu hrinu. Það getur oft verið
snúið að halda dampi og þetta er klaufarlegt tvíslag hérna. Bæði lið búin að gera sér sek tvíslag núna og 2 stig á Þrótti. Leið og ég sagði að þetta stendi auðvitað Sögu KA, þá eru þeir að svara fyrir sig. Flott móttaka Óskari og færir boltan tilbaka, bombar þessu og þessi bolti er út. Þurftir aðeins að pæla í þessu. Dæmdur út að lokum og Þróttur búið mikið í 7 stig. Þetta er ekki alveg búið. En vissulega þess að KA með Pálmannhundunum. Langur bolti, hann er út, vel gert hjá Óskar að fara. Það getur verið mjög erfitt að meita þetta á staðan en bolti kemur svo hratt á þig, en Óskar gerði þetta vel, 19-11. Flott móttaka og svo kemur erfitt uppspil en hann gerir vel úr þessu. Hann Símon Steg og hann skorar hérna úr ansi erfiðri stöðu. Setur hann í hávörðuna út og gerir 12. stig gestana. Og þessi Símon Steg kominn á blað, kominn með 1 stig. Þá er það Radoslav Jasinski fyrir gestina og áfram með smjörið, kemur hörkur smass hérna, en hávörðin tekur kraftin úr þessu, vel gert hjá KA-liðinu, kemur Gísli Marteinn, bombar þessi gólfið, já. Hann leikur sér að skora í kvöld, Gísli Marteinn. Kominn með 6 stig. Og þá kemur Vigfús Jónbergsson inn í KA-liðið. Uppgjafar sérfræðingur. Kemur nú ekkert á orð þó að Fúsi myndi bara klára þetta. Ríkala öruggur og flottur í sínum aðgerðum. Og alltaf treyst fyrir því að koma inn á loka sprettinum. Takk eins og vel að móti þessi bolta og svo kemur hratt uppspil hérna og hann er að skora gott stig hérna. Hann Gnívamir, nei fyrir ekki, þetta var Pavel. Gott þar það ekki. Jó, ég held að. Ruglaðist aðeins hérna, það var náttúrulega Gnívamir sem spilaði upp. Pavel skorar hérna. Já. Og svo kemur hratt uppspil hérna á Hermann, en Hermann slæra út. Og skyndilega þetta 6 stiga munur, ekki langt sem KA eyddi með 10. KA liði að gera sér fleiri mistök núna og það er að koma gesturum aftur inn í þetta. Kemur hörkubolti hérna og Gísli Marteinn Baldvinsson, þvílíkur leikur hjá hann undir fyrstu reynu, komið 7 stig, 1/3 stigum KA hérna 21-14 og Gísli Marteinn, þetta er virkilega gaman að sjá. Og er svo sjálfur í uppgjöfinni, hörkubolti af netinu og þetta er ásjá Gísla, skrúa svona rosalega netinu og þeir gátt ekki stoppað þetta. Gísli kom með 8 stig, þetta er frábært að sjá. Rosalega öflugur strákur sem ég segi er núna að fá meiri ábyrgð og spiltíma og sá er að nýta hörkubolti, þessi er steinleikur í horninu, já, 23-14, Gísli 9 stig. Og þá kemur skemmtileg skipting hjá gestunum, Pjótr Kempistí, KA góðsögn, mættur inn til gestana með rosalega myndarlega mottu til þetta mótumars. Já, var náttúrulega allt sem hægt var að vinna með KA og það nokkur sinnum. Þeir núna fara fyrir liði Þróttavogum og þá klikkar uppgjöfin frá Gísla og þá er aftur 8 stiga munur. KA gerir svolítið af breytingum. Sölvi og Draupnir að koma inn. Tekur smá tíma hérna. Ja, þá klárum við þetta. Já, Draupnir koma í uppspilið hjá okkur.
verið virkilega skemmtileg uppbót við KA-liðið í vetur. Verið hvergi banginn að stíga inn. Þegar Filip hefur verið einhverjum vandræðum með meiðsli, þá hefur Draupnir komið flottur inn og fær núna að klára fyrstur hrinnu. Það er eina sannig Pjotr Kempinski sem fer í uppgjöfina fyrir gestina. Kemur væntanlega virkilega fastur bolti. Og Maja, henn frábær móttaka hjá Gunnar Pálma og svo kemur flott hávörð þarna og þetta var þetta ekki Damian Mosic sem átti þetta, sýndist það. Hann hefði átti þetta blokkstig, fyrsta blokk gestana og staðan 23-16. Þeir gefast ekki upp þó staðan sér við. Kemur aftur fastur bolti frá Pjotr Kempinski en þessi bolti er í nettið og KA er núna stigið frá því að klára fyrstu hrinnu. Og reynir bara spurning hversu stór sigur KA verður í þessari fyrstu hrinnu. Alexander Arnar Þórisson í uppgjöfinni. Þessi bolti fastur, missa móttökuna yfir. Draupnir setur hann á og Móka og Hermann. Náði ekki alveg að tengja þarna Draupnir og Hermann og því fór sem fór. 24-17. Það þarf allt að ganga upp hjá Þrótti Vogum. Það er alltaf að gera eitthvað úr þessari fyrstur hrinnu. Annars þurfa þær alltaf bara að koma sterkari tilbaka í annari hrinnu. Gunnar Pálmi flott móttaka beint á Draupnir. Draupnir yfir á Óskar. Óskar neglir þessu út. Þetta er ekki alveg búið. 24-18. Og Gnífamir er því áfram í uppgjöfinni. Tekur það rosalega langt frá vellinum og þessi bolti er bara ekki á völl inn. Og KA fær stigið sem vantaði, vinnur 25-18, sigur í fyrstu hrinnu og þetta var sannfærandi. Þetta leiða mér að segja það. Og fáum vonandi meiri baráttu hjá gestunum í næstu hrinnu, en á sama tíma hrós á KA-liðið. Þeir tóku strax völdin hérna og náðu miðbygg hrinnunar góðu forskoti sem við litum ekki að hendi, þrátt fyrir að pólsku vinnur okkar reyndu sitt besta að komast aftur inn í þetta, en KA-liðið er bara það öflugt. Þannig að sjáum við stigaskorið. Gísli Marteinn með 9 stig, átti frábæra fyrstu hrinnu. Aðrir með miklu minna. Alexander Arnar eða Lexi með 3, Óskar Fernandes Zelís 2 og Hermann og Benedikt báði með 1 stig. Já, gestunum var engin með meira en 1 stig. Það var Damian Mosic, Pavel Gotthard, Pjotr Kempinski, Simon Steg og Gnífamir, allir með 1 stig. Og kíkjum næst á hvernig sjáum hérna hvernig fyrsta hrinna spilaðist. Kíkjum svo eftir á tölfræðina úr þessari fyrstu hrinnu. Já, en það sjáum við tölfræðina úr fyrstu hrinnu. Já, og voru ekki mikið sókna tilþrif hjá gestunum. Og þeir voru svolítið mikið að fá stig eftir mistök á KA-liðinu sem voru 13 af þessum 18 stigum. En við vitum það alveg, það býr hellingur í þessu
Þróttaraliði, þannig að KR þarf að halda áfram að spila sinn leik. Það er ætla að sækja 3 stigin hérna í dag og þeir þurfa því að halda. Sáðan eru í þokkalegri baráttu á toppnum þó að senda mjög líklegt að Hamar Hveragerði nýkrýndir bikarmeistarar vinni deildina. Hún er virkilega flottir inn í Missunó deildina. Og eru aðeins búin að tapa einni hrinu í vetur sem er ótrúlega tölfræði. KR-liðið á þessu eftir að mæta þeim í Hveragerði. En KR-liðið hins að búið að tapa fleiri stigum og þurfa því að treysta meira heldur en bara að vinna Hamarsmenn. En hérna er fyrsta stigið og þetta var flott blokk hjá Gísla. Heldur áfram að raða stigunum, komið 10 stig núna og annað blokkstig KR staðreynd. Flottur bolti, Pjótr tekur við og þeir eru vandræðamenn. Frábær björgun hérna hjá Marsin. Það kemur hörku bolti frá Gísla, þessi er út hjá honum. Hann dæmir snertingu. Ég mista henni en Gísli Marteinn heldur að skora. Kemur KR 2-0, 11 stig á drengnum. Ríkalega gaman að sjá þetta. Hvar endar þessi bolti? Kemur Pjótr Kempist, hann er blokkaður og KR komið í 3-0. Það hafði ekki verið Óskar sem að tók þetta, mér sýndist það. Óskar Fernández Celis komið 3 stig og blokkin að vakna hjá KR-liðinu, komið 3 blokkstig. Erfiður bolti hérna á hann Damian og hann er blokkaður. Já, ég held að það hafi ekki verið Benedikt sem að tók hann þarna. Sýndist að það hafi verið það uttalega að það hafi verið af Benna sem komið 2 stig. Og erfiður bolti hérna og dæmt mók á Radoslav. Hann hikaði of lengi og endaði á að ýta boltanum yfir. Þú verður að slá hann. Þannig að KR komið í 5-0 núna í upphæfi annar hrinu og þeir eru í vandræðum hérna. Gísli með hennar bolta og KR fær stigið. Net hérna á Damian. 6-0. Strákarnir eru bara einfaldlega að ganga frá þessu hérna strax í upphafi annar hrinu. En þá kemur mislu uppgjöf hjá Filip og Þróttararnir komnir á blað og þá kemur einmitt félagi hans Filips, hann Pjótr Kempist í uppgjöfina, kemur þetta með hörkubolta og frábær móttaka hjá Birki og svo kemur Óskar, bombar þessa hárinu og út og sækir stigið. KR komið í 7-1, Óskar komið 4 stig. Hörku uppgjöf frá Pjótr Kempist en sáuði móttökunni hjá Birki Frey Lípur og KR-liðsins. Þetta gaman að sjá. Það er miklu meira en að segja að taka við svona bolta og stýra hún í alveg upp í lofti eins og Birki gerir hérna. En hérna kemur flott stig frá Pavel Gotthard, bombar þessi í hárutuna út. Klókur hérna. Sá að hárutin búin að vera í toppstandi á KR-liðinu undanförnu og hann ákvað bara að nýta sig það að hárutin sé fyrir honum, bombar í hana út. Og annars stig gestanna staðreynd. En svo kemur misnu uppgjöf hérna hjá Radoslav Jasinski. KR 8-2. Benedikt. Þessi uppgjöf ekki nægilega góð. Og þetta er 7. uppgjöf KR sem klikkar. Það er búið að vera fullmikið þar hjá strákunum. 6 hjá gestunum. Það kemur Damian Mosic. Birkir, fínn bolti og Lexi en flott Howard
bolti enn í leik, kemur afturlýnis mass hérna sem að Filip stýrir beint við loftið. Birkir upp á Gísla Martein sem setur hann af hávörðina út. Já. Gísli Martein heldur áfram að þjarma að þeim hérna. Hvergi banginn 12 stig. Og fer svo sjálfur í uppgjöfuna. Og Gísli þrumar þessi bolta, Pjótr tekur vel við og svo kemur hérna utalega á Pavel sem setur hann í hávörðina út. Já. Kom með 3 stig og 5 stiga munur. Þessi bolti svo af netinu og lekur yfir og þetta er Ásjá Pavel, komið 4 stig núna, 2 röð og 4 stiga munur. Þeir gefa sér ekkert upp hérna. Óskar móttökuna beint á Filip og hörku bolti hjá Gísla en hann er út af þessu sinni. Það kom að því, hann var í bolti út frá Gísla, búinn að vera funheitur í kvöld. Þessi bolti er svo út frá Pavel og KA-liðið aftur komið á beinibrautina. 10-6. Þetta er þeir ná að stýra þessu upp í loftið og Pjótr skorar. Var svolítið í netinu hérna en sleppur með það. Skorar hérna hörkustig. Þetta getur hann 2 stig hérna kominn. Þau verða örugglega fleiri. Gríðarlegur keppnismaður. Pjótr kempist í og þessi á ansi stóran part af því að KA vann ófáa titla með hann innanborðs og hérna skorar Hermann Byring, flottur boltur á Filip og Hermann skýrar sig gólfið. Kemur okkur aftur 4 stigum yfir. Já, Hermann er að gera þetta vel. Hörku miðjumaður. Já, og við fáum hérna 12. stigið. Og Hermann aftur með uppgjöfina þessi af netinu og frábærlega gert þarna hjá Pavel. Haldur sér á loft í gangi en nú er lag fyrir KA-liðið, kemur bolti á Gísla en Gísli setur hann í netið. 4 stiga munur. Komið aftur í jafnvægið eftir að KA komst í úrvalsstöðu þarna með því að gera fyrstu 5 stigin í hrinunni. KA er búið að gera 17 mistök sem endaði stigi fyrir gestina. Það er fullmikið og hérna kemur svo Marcin Leksicki með misjafna uppgjöf. Sú 8. hjá gestunum. Ja, smá reikistefna en heldur svo áfram. Filip með bolta beint á Pjótr sem missar hann yfir og þarna lúrir Benedikt Rúnar. Skellir sig í gólfið, 14-8. Þriðja stigið hjá honum. Ja, kemur hörku smas frá Damian Mosik sem að kom með 2 stig núna. 14-9 og Pjótr kempist í uppgjöfunni. Kemur þetta hörku bolti en Birkir aftur að gera vel í móttökunni. Svo kemur langur bolti þarna frá Gísla sem er út. Hann er aðeins búinn að missa touchin núna eftir eins og þessa frábæru byrjunarleikni hjá honum. Og Pjótr
áfram. Þessi bolti eins og allt og langur fór inn í handboltateiginn. Og KA aftur 5 stig yfir, 15-10. En Pjótr brosir bara, hefur gaman að þessu. Ég segi virkilega skemmtilegu karakter. Gaman að sjá hann aftur í K-milinu. Og þarna Lexi klókur. Skýrar þessi í gólfið. Lúrði þarna við nettið og Lexi kom með 4 stig. Já, það er gott að ná að tengja fleiri stig núna og skila sér betur frá gestunum. Kemur hörkubolti hérna, það er Gísli Martin sem tekur hennan, 17-10. 7. blokkstigið og Gísli Martin kom með 13 stig og þetta kveiki eftir í honum. Þá taka gestinni leikhlé, 7 stigum undir hérna í annarri hreinu og KA-liðið er bara með flott taka á þessu. Kannski kíkjum örstuðt á stigastu menn, það er aðeins komin svona meiri dreifing á þetta hjá gestunum. Það var Gísli Martin komið 13 stig, stigastur KA, Óskar og Lexi báð með 4, Benedikt 3 og Hermann Bíring 2. Pavel Gotthard með 4 á Þrótti og Damian og Pjótr Kempisti báð með 2. Svo er Simon Stegg og Gnífamir báð með 1 stig. Sjáum hérna síðu stigin, gestin minkuð í 14-10 en síðan 3 stig í rauða KA kemur sér 17-10. Strákarnir svona eins og segi komust strax í góða stöðu í upphafi annar hreinu og sá munur er búinn að haldast og stefnir aftur í tiltölulega þægilegan KA-sigur nema hvað mikið breytist. Hörkuboltinn frá miðjunni, Benedikt blokkar en boltinn enn í leik með hörkubolti hérna aftur er Hávartin góð hjá KA-liðinu. Lexi neglir þessu og vel gett hjá Pjótr og þessi boltinn enn munaði engur að bjarga þessu. En þessi bolti frá Lexa var fastur og þáttur að Pjótr hafi gert vel í að halda hann á lofti þá held ég að þessi bolti hefur verið að leiðin út. En KA-lið fær stigið 8 stigum yfir núna, vantar 7 viðbót til að klófast í 2-0. Og Óskar með lúmska bolta sem að dreif ekki yfir, 7 stiga munur. Radoslav Jasinski í uppgjöfinni. Bolti, Óskar tekur vel við og boltinn frá Lexa og Lexi neglir þessu en fín vörn þarna hjá Radoslav og svo Hávartin KA gerir vel en endar í stíði fyrir Damian Mosik. Svo komum við 3 stig núna af Hávartin út, 18-12. Þetta er ekki búið en eins og segi við þurfum að tengja ansi mörg stig til þess að koma sér aftur inn í þetta og þessi bolti allt of langur hjá Radoslav Jasinski. KA 7 stigum yfir núna, 6 stigum frá því að klára aðra hreinu. Stefnir ekkert í svakalega mikla yfirvinnu hjá starfsfólki KA-liðsins. Þessi leikur byrjaði að 9 ansi seint. Boltinn þetta yfir og þetta er Pavel, Hávartin góð hjá strákunum en boltinn enn á lífi. Kemur svo þetta yfir og engin Hávard en Filip tekur vel við. Kemur svo Lexi, hoppar vel og bombar þessu í gólfi. Hávartin reyndi að stoppa þetta, gekk ekki, Lexi kom með 6 stig. Þetta er virkilega vel gert. Engin Hávard en Filip ekki neinu vandræði með að taka móti þessu bolta. 20-12 og Benedikt með hennar bolta. Vantar smá meira talanda þarna en þeir sleppa með þetta. En bolti þægilega yfir. Nú er lag. Hratt uppspil á Hermann Bíring og hann setur hann endanum í gólfið. Já, Hermann Bíring Ottosson kom með 3 stig og bara gaman að sjá hvað KA-lið er að dreifa stigaskorinu vel. Fyrir utan hvað alltaf Gísli Martin er búinn að skora mikið. En KA-lið kom með 18 stig eftir smörskægt 8. Sóttaleikurinn flottur í strákunum og raunin vörnin góð líka. Þeir hafa alveg verið að smassa að hinum megin en strákunum bara verið að taka vel á móti.
og svo hratt uppspil hérna á miðjuna en boltinn beint á Benedikt og svo setur Lexi boltan í antennuna eða spíruna, það má ekki og Þróttararnir fá stigið 21-13 en KA-liðið 4 stigum frá því að klára aðra hreinu og þetta eins og sé ætlar að verða svona tiltölulega þægilegt. Demian Mosic setur hann í netið og þetta er dýrt 11. uppgjöfin sem fer forgörðum hjá gestunum og gegn jafn öflugu lið og KA hefur á að skipa er það bara of mikið. Jæja, Gísli þrumar þessu bolta af netinu fyrir yfir en þeir ná að bjarga þessu, reyna að lauma og dæmt svo net á Hermann Bühring. Já, hann var aðeins svo grimmur í hávörðinni og rakst í net í liðinni. Þetta er bara réttur dómur, 8 stigmunur, 22-14 og Pavel Gotthard fyrir gestina. Fastur bolti en Lexi gerir mjög vel í móttökunni, fær boltan sjálfur og neglur þessu á hávörðina út. Já. Lexi er að eiga flottan leiki á kantinum, komið 7 stig, er venjulega á miðjunni en er að njóta þessi botn að fá að spila sem kant núna í fjarveru Matteo og Andrei Collins. Kemur Lexi, hörkubolti, þessir út. Demian reyndar að vera að hlaupa í burtu þess að vera ekki fyrir þessu sem var rétt hjá honum. 23-15, KA-lið 2 stigum fyrir að klára þetta en þetta er ekki alveg búið og kemur Gnívamýr fyrir gestina eins og tekur uppgjöðan rosa langt frá vellinum og þessir út. Já, það er áhugavert hjá honum. Sést að vísu ekki í mynd en hann er alveg sko við nær endalínunni í handbolta á handboltavellinum þegar hann tekur þessar uppgjöðar sínar. KA-lið 1 stigi frá að klára aðra hreinu, kemur það núna, kemur boltinn á Pjotr Kempinski og hann skorar. Þetta er hrikalega vel gert, fagnar þessu vel og innilega. Eins og segir æðislegu karakter Pjotr Kempinski og fagnar aðeins framann í menn hérna. Já, æðislegur. Og Óskar upp á auga. Náum ekki spassinu, kemur hörkubolti hérna og Gísli, frábæra ekki að Birki heldur svo lífi og kom boltan yfir en nú er sénsinn hjá gestunum. Aftur kemur Pjotr og hann er blokkaður en þeir bjargaði þessu. Aftur kemur Pjotr, frábær bolti, þurfti að fara tilbaka til að stýra þessum bolta yfir, gera vel, komið 4 stig, sá er að minna á sig heldur betur og að bróða sér út af eyrum með þessa glæsulu boltu. Já, þetta er ekki búið en ef einhver ætti að þekkja vel til Pjotr þá er hann alltaf sjálfsögðu Filip Pavelchevsik hjá KA-liðinu. Hann er að reyna að lauma og frábæra gett hjá Óskari, skutta svona bolta þessi og svo kemur Birki með langan bolta. Þetta er 3. stig í röð hjá Þrótti, 24-18 og Marsin er því áfram í uppgjöfinni. Og Birkir, flott móttaka og svo kemur boltinn á Óskar. Óskar setur hann utarlega og Pjotr nær ekki að stýra þessu út. KA vinnur 25-18. Óskar Fernández Elís með stíði sem vantaði, það er hans 5. í leiknum. KA komið í 2-0. Já, þetta eins og er svona tiltölulega sannfærandi hjá strákunum en Þróttararnir eiga fína rispur inn á milli en það er bara ekki alveg nóg. KA-liðið er bara það öflugt. Þrátt fyrir að vanti sterka pósta þá er strákarnir bara að eiga virkilega flottan leik. Gísli Marteinn með 13 stig, Lexi 7, Óskar 5, Hermann Bühring og Benedikt Rúnar báðir með 3 stig. Pjotr Kempinski byrjaði að svara heldur betur fyrir sig hjá Þrótti. 4 stig á samdónum Pavel Gotthard, svo er Demian með 3 og Simon Stegg og Gnívamýr með 1 stig hvor. Kíkjum á tölfræðina í þessari annari hreinu. Kemur hér.
25-18 sigur Káa. 9 smartstegi gegn 7. Sóttinn farin að skila fyrir stig núna hjá gestunum. Aðeins 1 á síðasta annar hreinu og hann var hjá Þrótti Vogum. Engin lauma, en Káa-liðið með 5 blokkstig gegn 0. Áhorfinn á Káa-liðinu virkilega flott. Og bæði lið með 10 stig eftir misleik mótherja. En sjáu þar að meðal eru 7 missettar uppgjafir í gestunum. Það er búið að vera allt of margar uppgjafir sem að klikkaði 12 í heildina, 7 í annar hreinu. Og ef þeir ætla að svara fyrir sig í næstu hreinu og ekki missa leikinn strax frá sér í 3 hreinum, þurfa þeir að fækka sem missetnuðu uppgjöfum. Kíkjum svo á hvernig þessi önnur hreina spilaðist. Það er hér. Sjáum að Káa komst í 6-0. Sá munur hélst. Það var svona 4-6 stig lungan af hreinunni. Svo kom aftur öflugur kafli á strákunum sem að gekk endalega frá þessu. En fínn endarsprettur í Þrótti, náðu aðeins að laga stöðuna, en Káa vinnur með 7 stigum og eru núna komnir í úrvalsstöðu á að klára þetta 3-0. Minnum á það er nóg að vera í sportinu aftur núna. Þetta er alltaf að fara aftur á stað eftir smá pásu. Káa mætir Breiðablik í 8. úrslitum Lengjubikars karla í fótbolta á morgun. Hann klukkan 4 og verður í beinni á Stöð 2 Sport til þess að komast ekki í Kópavoginn. Annars mætir Káa HK í mismunandeild kvenna á morgun í Kópavogi. Liðið er náttúrulega nýlega búin að mætast í bikarúrslitum Kjörningsbikarsins sem að HK vann samfærandi sigur. Stelpurnar æstari að hefna fyrir það. Og svo er Þór Káa að spila mæti Fylki í Lengjubikarnum klukkan 2 í Árbænum. Þannig að það eru 3 útileikir á morgun. Og allavega hægt að fylgjast með Breiðablik Káa í fótboltanum á Stöð 2 Sport og HK Káa í kvennablikinu á streymisíðu BLI. Svo er náttúrulega handboltinn að fara aftur á stað. Það er að segja karlamegin. Káa Stjarnan á mánudaginn. Þannig að það er aftur íþrótta veisla núna í gangi. Handbolti, fótbolti, blak. Allt í gangi. En jæja, þá er komið að 3. hreinu. Það eru gestirnir sem að byrja þetta. Hörkubolti af netinu, en Gunnar Pálmi með flotta móttöku og svo kemur Gísli Marteinn út og fyrsta stigið er gestanna. 1-0 fyrir Þrótt Vogum. Já, Káa-liðið búið að gera 15 mistök í leiknum, það er að segja sko utan við uppgjafir sem enda með stigið fyrir gestana. En á sama tíma er komnar 13 missettar uppgjafir hjá gestunum sem gefa Káa-liðinu stig. Það er bara allt of mikið. Æja, Sölvi, já, fyrir Káa-liðið. Fínn bolti frá honum, en flott móttaka þarna hjá Símon og reynir að lauma en þarna er Lexi mættur og aftur kemur boltinn þetta frá. Fínn varnarleikur hjá Birki, en það er ekki stýra boltanum betur en þetta og hann fer út. Og þetta var Demian Mosik sem að skora. Nei, sjáum þetta sem mistök hjá Birki. Þetta var samt flottur bolti frá Demian. 2 fyrir Þrótti, eins og þeir eru með bakið með veg, þeir þurfa að vinna þessa hreinu. En þá kemur missetur uppgjöf frá Pjótr. 14 missetar uppgjafir. 3. hreina er nýbyrjuð 2-2. Bæði stig Káa í þessari 3. hreinu eftir missetar uppgjöf. Það beirindi. Það eru smá vandræði með þetta en hendar réttu megin og svo kemur Lexi, þessi bolti beint á Kristján
og svo tvíslag á Þróttarana. Káa fær þarna ódýrt stig. Þeir eru ekki alveg ánægðir með þetta. En búið að vera tvíslag á bæði lið. Pjótr á setur hann á Damian sem setur hann á hárinu út. Boltinn var mjög nálægt í að vera inni en úti var hann og þeir jafni 3-3. Og Damian kom með 4 stig. Já, jafnt á öllum tölum hérna upp að þriðju hreinu. Það spyrir ykkur að það hafi einhver áhrif á Káa-liðið núna. Þeir ná ekki alveg takki á þessu strax í byrjun. Þá kemur Radoslav Jasinski með þessa uppgjöf. Beint á Sölva, Sölvi á Filip og vel gert hjá Filip, beint á Gísla en vörnin í lagi þarna. Filip, hann velur Lexa og Lexi skorar hörku spark frá Lexa. Filip er svo klókur, það er svo erfitt að vel ráða í uppspilið hans. Setta hann fyrst á Gísla, setur hann svo bara yfir á Lexa næst. Káa stígi yfir og Pjótr með flotta móttöku, hratt uppspil á miðjuna en gengur ekki og svo kemur boltinn á Lexa og Lexi af netinu út og áfram jafnt núna 4-4. Já, ef við eins og segja, við tölum bara mistök í leik, ekki með uppgjöfum, þá er Káa búið að gera 17 slík gegn 8. Það er mikill munur. Og svo kemur Hermann Byrri með hörku bolta en sáu þessa vörn. Filip setur hann upp á Lexa og Lexi bombar þessu. Frábær hávörð hjá Simon Steg sem að kemur aftur yfir. 2 stig rauð á gestunum, 4-5, búið jafnt á öllum tölum. Spurningu það breytist hér. Damian Mosik í uppgjöfinni. Hörku bolti, Gunnar Pálmi með frábæra móttöku. Lexi tilbaka, þurfum að setja hann örgan yfir. Og kemur afturlunni smas, en fín hávörn hjá Hermanni, en þeir reyna aftur. En taka bara þægilega beint á Filip og Lexi, tvíslag á Lexa. Sjáðu hvernig það var klókt hjá Marcin Lexicki. Vissi hann gæti ekki smassa hann bolta, en hann setti boltan bara beint á Filip. Þannig að Filip, uppspilari Káa-liðsins, gæti ekki átt boltan með 2. Og í kjölfarið var dæmt tvíslag á Lexa, sem er ekki mikið vanur að sjá uppspilið. En hérna klikkar uppgjöfin hjá Damian og Káa minnkar þetta í 1 stig. Það er svo margt svona sem er í gangi sem að menn þurfa að pæli í blækinu. Það er ekki bara að koma boltanum yfir, stundum bara að segja, reyna að finna uppspilarann hinum megin og þannig skemma sóknarleikinn hjá gestunum. Eða hjá andstæðingunum myndi ég. En þetta klikkar uppgjöfin hjá Lexa. Svo 10. hjá Káa-liðinu, vorum að skoða uppgjöfarbeilana. Og Þróttur Vogum, 2 stigum yfir, 7-5. Gunnar Pálmi með flotta móttöku og svo kemur boltinn inn á Sölvi, langan bolta og hann er út. Hitt hann ekki alveg nægilega vel og því fór sem fór. 3 stiga munur gestunni vil. Það er alltaf nóg eftir að þessari 3. riðlu. Langur bolti en enn og aftur flott móttöku á Gunnar Pálma og svo skora Sölvi hérna. Þessi var út en hann heyrði það seint. Hann Simon Steg og reyndi við hann á síðstundu og þá er þetta ansi erfitt ef þú ert ekki
Það verður ekki búist við að taka boltan allan tíman. 8-6 eða 6-8 og Pjótr færi boltan vantar í kjölfarið sjálfur og reynir að lauma og þessi bolti er inn á lífi og Óskar, vá, þetta var klókt hjá honum og kemur aftur línunni, sér að það var allt galopið þarna fyrir aftan Pjótr eftir að hann Damien hafði mætt undir til þess að reyna að bjarga því að bolti myndi fara í hávörðina og Óskar klára þetta frábærlega, minkar í 1 stig, 2 rauð KA. Hermann fýtt bolti, missa móttökuna yfir og Filip bombar þessu, skora, hann getur þetta líka sjálfur. Filip Pavel Sjevsík kom með 1 stig. Reiknuðum vantanlega flesti með að hann myndi spila boltan upp. En nei, þetta var bara hár bolti og hann ákveður bara að stökkva upp og negli sér í gólfið. 8-8, 3 stig í KA-liðinu. Kemur Pjótr, neglir þessu, hávörðnum kraftin úr þessu og vel getur Hermanni, heldur sá lofti. Sölvi setur þessu yfir. Og kemur boltinn hérna aftur og á steig á línuna trestilega þarna Mosík. Og KA er komið yfir. Filip var heldur betur með augun að þessu. Þú mátt ekki fara fram fyrir appelsíngulínuna ef þú ætlar að stökkva ef þú ert í eftirlínunni og hann steig þetta hressilega yfir línuna þegar hann stökk upp. Já, búið að vera bara fín dómgæsla hérna í kvöld. Og það vera, henni segi, bara skýr lína með tvíslag og svona einstíðsmunur. Hermann með ás þarna, einhver klögangur hjá Kristján þarna, lípur á gestana. Í hvort hann var ekki viss hvort hann ætlaði að taka með fingerslagi eða bakker og fingerslagi sveikar á endanum. Hermann setur bara aftur á hann en núna er hann klár, hann Kristján, og kemur Pjótr, bombar þessu en í hávörðina og þetta var hann Benedikt Rúnar Valtýsson komið 4 stig og KA er komið með það var 7. blokkstig KA-liðsins og að taka í leikli. Já, KA skyndilega komið 3 stigum yfir eftir að hafa skorað 6 stig í röð sem sjá þetta undir KA-markinu. Og ansi gott að ná þessum kafla og reyna strax að slökkva í vonum Þróttarvogum á að koma sér aftur inn í þetta. Þessi sigur KA í 3. hinu, þá er þetta bara búið. Sjáum þetta stigastu menn. 3 með 4 stig hjá Þrótti. En sóknarleikurinn búinn að vera töluvert öflugri hjá KA-liðinu. 23 smasti gegn 11. Kemur Pjótr, kempist í, segir hann er að lauma og þetta vantaði talanda hjá Hermanni og Benedikti. Þetta hefði verið þægileg bolti en ættu ekki reynilega báður að taka. Því fór sem fór, 11-9. Langur bolti hérna og Sölvi tekur hann og Sölvi fær hann svo sjálfur og fín vörn hérna hjá Gnífamýr og bolti hérna af hávörninni og út og þetta er hörkubolti hérna frá Damien Mosík. Minkar til 1 stig, 11-10, komið 5 stig stigastur hjá gestunum. Sölvi tekur við þessu og boltið svo yfir á Gísla og Gísli skorar. Já, kemur KA aftur 2 stigum yfir. Fyrir þarna af hávörðinu og Gísli komið 14 stig. Mest af þessu komið í 1. hinu en hann er aftur að minna á sig. 2 stiga munur og Filip í uppgjöfinni. Það væri gott að ná að skilja sig aftur frá og kemur með ás nákvæmlega sem var að biðja Filip Pavel með annað stig sitt og 7. ás KA-liðsins.
Og áfram það Kristján Líberó sem í smá vandræðum með móttökuna. Og Fíli sýður bara boltan var beint aftur á hann en Kristján sér við þessu og Hávartinn á káaliðinu. Fín. Kemur Óskar á afturlínu og bombarið sem voru ekki alveg vissi hvorum taka þetta. Og frábær tilraun hjá Óskar að bjarga þessi bolta en gekk ekki og Marcin Leksicki kominn á blað. 13-11. Þessi bolti út, ekki var hann langt út. (14-11) fyrir KA-liðinu. Jafnasta hreinan til þessa. Jæja, fín móttaka á Kristján núna og svo kemur uppspilið hérna á hann Damian og þessi bolti endar svo í jörðinni. Já. KA komið 2 stig í röð núna. 4 stig munur 15-11. Tekst þeim að slíta sig frá. Og klára þetta í 3 hinnum. Það væri ansi gott en þá kemur vísu klikkuð uppgjöf hjá honum Sölva. 3 stig munur 15-12. KA búið að klikka á 11 uppgjöfum gegn 16. Svona aðeins að efnast. Svo vísendu uppgjafir og kemur frábær bolti frá Gísla. En sáuðu vörnina þessi bolti henni í leik því Óskar setur hann beint í línuna. Þið held að hann var úti en Óskar með sitt 7. stig smell hitti línuna. Það partur af vellinum. 16-12. Jæja, hvar endar þessi bolti? Hann endar út frá Damian og KA komið 5 stigum yfir núna. Þetta að verða erfitt fyrir Þróttarana. Eins og ég segi, frábært hjá þessum flottu pólverum að setja saman nýtt lið í Missungumdeildinni og eru búin að eiga, eins og ég segi, nokkra fína leiki og að vanta aðeins stöðuleika í kvöld til þess að gera KA-liðinu erfiðara vik. Fáum við þessi stig þarna, net á KA-liði. Hávartinn rakstandi netið 13-17. Kemur Radoslav Jasinski en Hermann tekur ágætlega við þessu og sjáu þið hvernig vel gert hjá Filip Pavel Ševčík. Boltinn rosalega aftarlega og fagnar honum vel þarna. Þetta var ekkert smá erfiður bolti, hann slæra með annarri hendinni og smell hittir boltan fyrir Óskar sem neglir sér gólfið. Frábær tilþrif. Og þeir svo sjálfsögðu fagnar vel. Draupnir Jarl mætir þá inn. Spurning í hvaða hlutverki fyrst að Filip áfram inn. Pjótr tekur við og svo kemur hörku bolta miðinni og Gnívamir skorar. Minnkar til 4 stig. Já, hratt uppspil á miðjuna og þetta svínvirkað. Það var engin Hávartinn KA-liðinu og Gnívamir smelti þessi gólfið. Jæja, Gunnar Pálmi með... Já, og Draupnir næri þessi bolta. Draupnir greinlega komin í uppspiljarann. Og svo kemur öflugt stig þarna frá Simon Steg sem komið með 3 stig. Minnkar það munin einmitt í 3. Einhvað klikk hérna. Gunnar Pálmi ætlaði að sé bara út af vellinum en Andrei Kváleis rak hann aftur inn á og
slapp með þetta og svo skorar Óskar Fernández Elís sitt 9. stig. K.A. komið 4 stigum yfir, vantar 6 yfir að klára þetta og vinna það 3-0. Það væri virkilega gott. Klára þetta bara rétt umlega 10. Og hvað endar þessi bolti? Erfiður bolti hérna fyrir Simon. En boltin áfram í leik, langur hérna. Draupnir setur hann hratt á Hermann, en frábær vörn þarna hjá Kristján. Og Birkir á Óskar á afturlínunni, fínn bolti, en áfram fín vörn. Hvar endar þessi bolti? Hérna var Óskar með hann, en Draupnir reyndi við hann. Og Draupnir biðst afsökunar þessu. Það er rosalega pirrandi þegar maður er rugum með bolta, það er einhver annar reynir að krafsa í hann. Þess að þarna, en Draupnir sá að sér og baðst afsökunar. Gerum við líbero skiptingu, Birkir Freyr mættur inn á í staðinn fyrir Gunnar Pálma. Að taka Þróttarar leikhlé. Ég veit ekki alveg hvað átti sér stað þarna milli Pjótr og dómarana. Grunir að þetta hafi verið kalt þannig hjá honum Pjótr, þannig að segja þetta sé allt stórkostlegt. Já, og einhver mistökk hérna hjá okkur, það var K.A.lið sem fekk síðast stig. Það er 20-15 á K.A.lið á uppgjöfréttin. Óskar fyrir K.A.lið, 5 stigum frá að klára þetta. Fínn bolti, Pjótr, erfiða móttöku og K.A.lið farið auðvitað bolta. Draupnir velur Sölvi af hárunina út. K.A. 6 stigum yfir og þetta er að líta ansi vel út. Sölvi kom með sitt fyrsta stig. Óskar í áfram í uppgjöfinni. Þetta búin að vera krefjandi þriðja hreina, en útlitið orðið gott núna og þrátturir í hetjulega baráttu á Birki þarna. Þá skorar Grímamir sitt 3. stig. Grímamir Masta Lerek. Hann er búinn að eiga núna 2 hörkuspörs í þriðju hreinu. Draupnir setja tilbaka á Fílip og Fílip getur alveg smassa líka. Kom með 2 smasstig í leiknum. Hann er að njóta sér vel, leyfa einum unga Draupni að stýra spilinu og skora bara sjálfur. Hansi gaf hann að þessu 22-16. Og alltaf bent til þess að K.A. klárið í 3. Draupnir upp á Sölvi af hárunni áfram inn í leik hérna og það er Fílip sem setur hann að Sölva og Sölvi skorar. Já. Þetta var skemmtilegt. Fyrsti bolti á Draupnir, hann bara sett hann bara á Fílip. Þannig að Fílip fekk að taka uppspilið. Þróttir er að Draupnir sig komin inn í stöðu uppspilera. En Fílip er að spila sem Díó og þá á hann að sjá uppspilið. Það er að segja ef að Draupnir tekur fyrsta bolta og hörku bolt frá Pjótr, en vel gert hjá Óskari og svo setur hann yfir og svo kemur boltinn tilbaka og þessi er út frá Demian Mosik og K.A. er komið 24-16, 3 stig í röð og K.A. er stigi frá því að klára leikinn og við erum þá bara komin til að stemma í háttegin hérna. Hermann Býring með uppgjöfuna, þessi bolti fastur en í netið og þetta er því ekki alveg búið. Þróttararnir þurfa 7 stig í viðbót til þess að tryggja upphækkun. Það er pressa á Gnífamir
í uppgjöfinni. Hann tekur þér áfram rosalega langt frá vellinum. Og þessi bolti frá honum langur og út og KA vinnur 25-17 og leikið saman að 3-0. Og já, þrátt fyrir að vantaði Matteo og Andrei Collins var KA-liðið með ansi gott taka á þessu og vinnur 3-0 sigur. En Þróttur Vogum átti fína kafla en gerðu full mikið mistökum til þess að ná að halda betur yfir KA-liðið og KA vinnur frekar samfærdi 3-0 sigur. Skulum kíkja á stigaskorið. Gísli Marteinn með 14 stig fyrir KA og þar að einhver 10 eða 11 stig í fyrstu raunu. Óskar svo með 9 og Lexi 8, Hermann Býring og Benedikt Rúnar 4, Filip Pavel 3 og Sölvi Páll með 2 stig. Hjá gestunum það var Damien Mosik með 5 stig og svo var þetta Pavel Gottard og Pjotr Kempisti ásamt Simon Stek allir með 4 stig. Gnívamir Masta Lerek með 3 og Marcin Leksicki með 1 stig. Kíkjum á tölfræði liða, það er að segja í þriðju raununni. Kemur hér 25-17 sigur KA. Eftir að Þróttararnir höfðu byrjað þetta betur þá vann KA frekar samfærandi sigur. 10 stig eftir Spurs gegn 7, 2 ásæri KA gegn engum, engin lauma, 1 blástig á sitt hvort liðinu og KA fær 11 stig af 25 eftir missu gestana. Þar af 5 eftir missetnar uppgjafir. Það var eiginlega bara svolítið svona sorgarsaga gestana. Þeir áttu 17 missetnar uppgjafir í leiknum og það er bara of mikið. KA leiddi mest með 8 stigum sem var þessi lokamunur. Gestinni leiddu mest með 3 stöðunni 5-8 en annars eins og segi tiltir að samfærandi sigur KA 3-0. Kíkjum á leikinn í heild sinni hérna. Sjáum við sóknina KA gefur 30 smannstig gegn 17 og 17 eins og segi uppgjafir hjá gesturinn sem klikkuðu og það er bara of mikið. Og vil ég bara þakka fyrir okkur í dag. Ágúst Stefánsson heiti ég, lýsti þessu fyrir ykkur og með mig til aðstoða var Stefán Jóhannsson. En KA TV heldur svo alltaf sjálfsögðu áfram að sýna vel frá starfinu hérna. En takk kærlega fyrir áhorfið, við sjáumst síðar, bless bless!